tilbúin að þegar þau eru tilbúin þá bara störtu við sauginni. Okay. Við vorum að mæla það er 12:40 og okkur sýnist svona árhringjónum að vera ekki minna en 60 ára gamalt og við ætlum að leggja metnað í að það verði alveg sérstaklega fallega skreytt fyrir þessi jól. Austurvallatréð hafa alltaf verið fallega, núna þurfum við virkilega á fallegum jólaskreytingum að halda til þess að lýsa okkur upp í skammdeginu. Sævar kemur með traktor hérna inn, lyftir því upp á svona kerru sem er aftan í traktor og við flytjum það hérna út í áttina að veginum og þar er það flutt upp á stóran vagn og keyrt niður í bæ. Og við hérna hlökkum til að sjá það í baðaljósum á þessum fallega stað við Austurvöll. Krakkarnir eru að tína köngla, því ég var að segja þeim frá því að inn í könglunum eru fræin og fræin sem sagt fljúga eiginlega í burtu frá könglunum þegar þau eru tilbúin og þannig verða til sem sagt fleiri tré og sjálfsáð tré inn í skóginum leið og það er komið pláss. Á hverju ári er ég alltaf að leita að fallegum trjám og svo er ég alltaf með nokkur tré í sigtinu og svo er ég svona hverju ári að finna ný tré og svo er alltaf smellur það inn. Svona þetta fann ég eiginlega tré í fyrra hittifyrra og er svona að fylgjast með því þangað til að mér sýnist að vera tilbúið á Austurvöll. Með svona stórt tré er ekkert auðvelt að fara kannski langt inn í skóg þannig að ég fer hérna að skoða aðstæður og þar stundum að högga með smá braut út af vegi og svo þarf ég til þess að verja tréð við flutning þá legg ég svona einhverja yfirbreiðslur á jörðina og felli ofan á það til þess að verði síður fyrir hnjaski. Já, áður en dagur kemur þá svona aðeins tala ég við tréð og undirbýða aðeins, svona aðeins snikka til og þannig að þetta gangi, tek neðstu greinarnar af, þannig að þetta gangi vel hjá okkur.